Alright, ég ætla að fara yfir seinustu vikuna í markaðinum allt intraday price action hjá Nasdaq. Ég ætla einnig að fara yfir gærdaginn hjá Nasdaq. Það var hvað, 1. DS mánudagurinn. Fara yfir hann. Ég ætla líka að fara yfir all hlutabréf sem ég er að kaupa í þessum mánuði. Ég er að dollar cost average mjög mikið af stocks, þannig ég ætla að fara yfir líka það. En byrjum að þess á bara mánudeginum. Förum hérna í 1. DS, förum hérna í replay start nú og förum í mánudaginn. Förum hérna þegar markaðinn opnar 9.15. Alright, ég tók win í byrjun mánaðis núna, mjög næs. Þannig já, förum að þessi við daily buys. Ef við tjekkum hérna á daily chartið þá sjáum við að overnight sessionið, okay? Overnight sessionið treytaði í þetta hérna bullish fyrir alveg, okay? Treytaði í þetta bullish fyrir alveg. Þannig þetta low gæti alveg verið protected, okay? Þetta er lowið hér. Þetta er overnight session sem treytaði onni þetta fyrir alveg. Þannig það er spurning hvort að við viljum delivera úr þessu fyrir alveg eða við myndum vilja treyta aðeins í meiri discount, aðeins dýbra og fylla þetta, okay? Þið sjáu að á seinustu dögum, ég er á daily chartinu að við erum búin að vera mjög bullish, fattiði mig. Við erum að brjóta þessi highs, við erum að fá CSD hér. Higher time frame er bullish, fattiði mig. En til þess að fara herra, það markaðurinn fyrst að fara læra, fattiði mig. Þannig ég var bara að bíða og sjá hvað market open 9.30 myndi gera, hvort við myndum vilja brjóta þessi highs, fá einhvers svona market structure shift og catcha einhvers continuation longs. Ég er líka til að sjá manipulation hér, en ég er líka til að sjá að við myndum displace upp hérna og finna einhvers konar continuation longs, fattiði mig. Þannig ég er bara að bíða og sjá hvað markaðurinn myndi gera. Þannig sjáu við erum með sell side liquidity hér, þetta er lowið frá þetta er overnight sessioni, sjáu við erum manipulated niður, tökum út þennan ógeðslega bank holiday sem var á föstudeginum. Nei, þetta var, hvað var það? Þetta var 50-dagurinn, það var bank holiday á 50-deginum. Þannig, sjáum hvað market open gerir. Við fáum hérna 9.30 og við tökum út þetta internal low, ok? Ég er ekki að fara að taka longs frá þessu lowi, þó að þið sjáu að við erum með þessi low resistant highs hér, fattiði mig. Oh my god, hvað er það? Low resistant highs hérna, wow. Og en að því að þetta low, ef við skildum vera manipulata niður, ekki displacea upp, þá er ég alveg expecting að við mögulega tökum þetta low, en það er líka séns að þetta low sé temporarily protected út af við treytum ofan í þetta daily for rally gap, fattiði mig. Þannig ég var ekki að fara að taka inn longs frá þessu low, en ég veit að margir tóku 30 sekundar inversion for rally gap hér og gerðu eitthvað svona. Og þið sjáu að það hreinlega virkaði. Að mínum að var þetta lélegt trade, in my opinion, en þetta trade gaf fólki rosalega gott RR, fattiði mig. En núna, eins og ég var að segja, það sem ég vildi sjá núna var að þið sjá að við erum að delivera frá sell side, ok? Og við erum einnig með SMT á þessu lowi, ok? SMT hér, eins og ef við tjekkum á SMT er basically að Nasdaq eða annarkvort parið tekur út eitthvað low en hitt gera ekki, eins og sjá Nasdaq tók út þetta low en S&P 500 gera það ekki, ok? Þannig næsta sem ég vildi sjá er að við myndum fá displacement í gegnum þessi highs. Ég vil ekki sjá okkur wickaða, fá okkur svona turtle soup á þessi highs, ég vil sjá bara displacement, mjög convincing. Og það er nákvæmlega það sem við gerum, við fengum bara rosalega convincing displacement og 15 mínútur kertið lokaði svona mjög gott. Og ég vildi líka sjá 1 hour kertið loka og búin þess og það er nákvæmlega það sem við gerum, við fáum market structure shift hér, fattiði mig, market structure shift hér. Það sem ég vildi sjá næst er að við myndum fá þá discount, fattiði mig. Og þið sjáuð að í discount, hérna equilibrium, þá erum við með þetta discounted 5 para með þessum orderblokk hér. Sjáu, við fengum CSD og CSD myndar þennan orderblokk, þennan breaker, ok? Þið sjáu að við fáum manipulation hér niður, ok? Á sama tíma, við erum að respekta þetta, þá vildi ég sjá 15 mínúna fyrir helgæfi sem opnaði, ég vildi sjá það halda. Ef við skildum inversa það,
þá myndi ég ekki taka reyn langs af því þetta svona my condition, fattiði mig. Ég ætla að líkta þessi drawings. Þetta hérna, 15 mínúna, svona my condition. Það þýðir bara að ef við erum truly bullish þá ætti þetta að delivera svo okkur herra og þetta ætti að halda, þetta ætti ekki að inversa, fattiði mig. Þannig ég vildi sjá displacement upp, sjá inversion for early gap og að þetta 15 mínúna skilja halda. Og ég veit að margir tóku til sjá þetta, við erum í að delivera frá þessu hér og við fengum svo inversion for early gap hér, þetta 1 minute hér. Ég veit að margir tóku þetta og þetta alveg fínt að þú ert með mjög hátt discretion og bara þú ert með bullish. En ástæðan af hverju ég tók þetta ekki og það bara partur af mínu mátali að við tókum þetta internal high hér, fattiði mig. En ég var on the buy button, tilbúin að kaupa. Ég hefði bara keypt ef að kertis hefði lokað hér, ekki tekið út þetta high, ok? Af því þetta high myndi þá vera my break even spot, fattiði mig. En við tókum my break even spot, fattiði mig, þar sem ég myndi færa stopplossu mitt í entry mitt, þannig treytið væri risk free, fattiði mig. Þannig ég tók þetta ekki, en ég var að leita næsta bara frá early gapi sem var til, sem var highest time from inversion og það var þetta 3 minute hér, ok? Ég vildi sjá það inversa, það er nákvæmlega það sem við gerum. Boom, og fáum inverse hér og því ég geri, ég market bæja hér markaðinn, ég set stopp mitt á lowið og ég fær break even hér. Þetta my break even spot að þetta most recent swing high og ég að pusha 1-to-1. Ástæðan okkur ég bara pusha 1-to-1 maður sjá, það gera 1-to-1 og þið sjáu, boom, fyrir mig 1-to-1. Ástæðan okkur ég bara pusha 1-to-1 og af hverju ég ekki að bara gera svona að því að ef ég skildi vera að gera svona þá alveg háa líkur í endur break even að því við erum að treyta inn í þessum beris hourly, fattiði mig. Og ég veit ekki hversu mikið við viljum digga inn eða hvort við viljum bara reynilega displace í gegnum að fara beint í dráðið, fattiði mig. Dráðið mitt inn uppi en ég veit að við getum alveg digga aðeins með ríða og fengið retracement hingað, fattiði mig. Við getum fengið retracement hingað og það getur tekið mig út break even og svo fara herra. Þannig það sem ég var að gera var bara einfallega, ég var að putta bara 1-to-1 svona, catch my piece of the pie hér og seldi allt hana. Og eins og við sjáum, það sem nákvæmlega gerist að við förum aftur í entry mitt, fattiði mig. Þannig þetta var mjög gott trade. Þannig að hoppa í seinustu viku, seinasta vika var svolítið skrítin. Við fengum þetta CME glitch þar sem að CME serverarnir sem runna alla future samninga, alla option samninga, þeir bara hætta að virka, fattiði mig. Og það alveg skeri að svona stórt dæmi getur bara eitt frá bingo bara hætta að virka. Það skeri. Þannig hoppum síðustu viku, förum á mánudaginn, maður sjá, förum inn í replay, maður sjá, stay, maður sjá, oh my god, select bara, já. Förum svo, seinasti mánudagur var, oh my god, 24. nóvember hér. Förum hérna. Þannig að eins og við sjáum, overnight við fengum rosalega stórt sell-off. Við tókum út þetta low en það þýðir ekki að ég sé strax bara bullish, fattiði mig. Til þess að ég verð bullish þá verð ég að sjá bearish PDRs verða disrespected, fattiði mig. Og það er nákvæmlega þess að við byrjum að gera svo. Eins og sjá, við byrjum að displacea frá þessu lowi og það er sign að við séum mögulega að fara að flippa bullish, fattiði mig. Ég verð ekki bara bullish sem við tökum eitthvað liquidity. Þú getur ekki verið að gera það. Þú verður að sjá confirmation, fattiði mig. Sama með, þú veist, buy side og sell side. Þó við tökum buy side, fattiði mig, þá er ég ekki allt í einu bara bearish. Og ef við tökum sell side, þá er ég ekki allt í einu bara bullish. Ég verð að sjá, ef við vorum að taka til dæmis buy side, þá verð ég að sjá þess að vera disrespected til þess að flippa buyersin mínum í bearish, fattiði mig. Og það er nákvæmlega það sem við gerum hér. Við byrjum að disrespecta bearish anna PDRs og erum að displace í gegnum þeim. Þau eru ekki að halda. En bæið sem ég þarna á þessu mánudegi var sko bearish, af því að ég vildi sjá þetta hérna halda bearish og delivera svo okkur niður og fylla þetta Nuvik opening gap alveg. Eins og við sjáum, við fylltum það ekki alveg. Sjáum Wiki kemur hérna niður og næstu við gera en það gera það ekki. Þannig að ég vildi sjá open, eins og við sjáum hér, við opnum, við displaceum upp og ég ætla að delete þetta hérna. Þessi lína hérna er byrjunin á þessu 1 hour. Ég vildi sjá þetta 1 hour halda
og að við myndum displacea niður, en það ekki það sem við gerum. Við byrjum bara að respekta bara bullish PTR race og byrjum að trenda frá því, og ég þá einfaldlega bara gerði ekki neitt. Það var eitthvað potential entry hér, en að mínum að þetta er ekki gott. Af því að segjum að þú verður að taka kannski 1 minute inversion hér, þá verður að targeta þetta most recent high, en að mínum að þetta most recent high háa líkur á að það sé protected, af því að það var recently að treyta inn í þetta 1 hour. En við sennilega tókum þetta high, en þú veist, mitt bias, mitt analysis var að þetta high var protected, þannig ég ætla ekki að taka þetta trade. Það er mig. Þannig hoppum í þriðdaginn í senstu viku. Ég tók eitt lítið loss. Ég endaði samt vikan að græna, að því á svo miðvikudeginum tók ég 2 wins, endaði vikan að bara þokkalega græna. Maður sjá, hoppum í þriðdaginn. Maður sjá. Og partur að því að vera með winning system, þá þarftu losses, fattuðu mig. Og ég mæli með allir sem eru að horfa á þetta, þú veist, backtesti sitt eigin módul og fái data fyrir þínu eigin móduli, fattuðu mig, að þú sért með proven system í markaðinum, fattuðu mig. Þannig, já, þú veist, verið með módul sem sýnir að bara þitt módul virkar í markaðinum. Þið eru með edge í markaðinum. Ok. Þannig fyrir minn í open, þið sjá að við displaceum mjög harkalega overnight. Við erum með mjög unbalanced range hér, þannig það sem ég vildi sjá var, áður en ég tók þarna loss, en það sem ég vildi sjá var að við myndum manipulata hér í discount og fara upp, og það er nákvæmlega það sem ég gerðum, en ég ætla að sína mistökinu sem ég gerði í markaðinum, og þetta fyrir í dagbókina mína. Þetta low hér, maður sjá hvað klukkan hérna. Já, heyrðu, ég þarf að spóla ágætlega með framtíðina, maður sjá. Svona og svona. Hér fáum við open. Þetta low hér er London low, ok. Þetta London low er að treyta ofan í þessu 4 hour, en ekki discount 4 hour. Það sem ég villans að það sem ég gerði. Oftast svona low sem eru inn í fyrir early gaps eru mjög sterkt svona reversal sign. Ef við sweepum það og fáum eitthvað reaction, þá er alltaf mjög gott. Þið sjáu líka að við erum með þessi low resistant highs hér. Þú veist, þetta high tók ekki þetta high, þannig að þetta er low resistant highs. En minnst ekki sem ég gerði, förum inn í open. Förum hér. Búm, förum niður hér. Þið sjá að markaðurinn tekur þetta low hér. Og ég tek 30 sekund inversion sem er cirka bát hér. Og ég er með low, stoppið á lowinu hérna. Og ég er að targeta þetta hérna high. Og þið sjáu að við förum næstum því í break-even spotið mitt. Þannig já, tók loss á þessum degi og frekar unfortunate, af því að eins og við sjáum mistökin var að við erum ógeðslega premium, og þegar þú ert að longa þá viltu ekki vera longa frá svona rosalega premium stað. Þannig mest ideal var að longa að þanga til við förum fyrir neðan þessa línu, og það er nákvæmlega sem gerum, við förum fyrir neðan þessa línu, byrjum strax að vera bullish, fattum við. Það er, þú veist, að því við erum í discount, fattum við. Og ég var mögulega til að re-enter hér, en þið sjá að við fengum rosalega mikið chop, fattum við fengum ekkert conditions, það var bara, veist, ekkert 5 minna opnaði, það var bara mjög lélegt. Þannig að hoppum í miðvikudaginn, ég tók 2 trades þann dag og endaði vikunum bara frekar græna. Maður sjá, förum, maður sjá, 8, 9, ok. Og ég ætla að fara yfir daily price hér, eins og við sjáum að við erum með þessi low resistant highs hér on the higher time frame, ok. En ef við tjekkum ES, þá erum við með þetta SMT hér, SMT divergence, eins og ég sagði, S&P 500 tók út þessi highs, Nasdaq gerði það ekki, þannig við gætum séð price hindra eins hér að þurfa að rebalansa eða eitthvað svo leiðis. Þannig að mögulega down og shorta ef við skildum fá rosalega convincing displacement og convincing internal structure, fattum þið mig. Ég vildi sjá bara, ef ég skildi shorta þá myndi ég vilja sjá rosalega gott bara internal structure. Og þegar ég sjá við opnum við sjá að við opnum hér, tökum út most recent high, en við tökum ekki út higher time frame, ok.
Þannig við erum enda að respekta þetta SMT. Við opnum MT þannig ég ætla að vera aðeins meira patient þegar við opnum. Eins og ég ætla ekki strax að hoppa hérna á shorts. Þegar við vorum að opna og ég vill sjá ef ég skildi vera shorta á móti þessum bullish bias að fá sterkan internal structure, ok? Eins og við erum að generata rosalega mikið low resistance liquidity. Og ICT talar svona low resistance liquidity runs sem að markaðurinn manipuletar og runnar svo öll þessi low resistant lows. Þið sjá að öll þessi lows ekki að taka út hvort annað, ok? Þannig við fáum hérna, eins og við fáum internal manipulation hér. Internal manipulation og þarna erum við strax komið meira hérna bara svona bias eða svona til að confirma einhvers konar short. Þannig þarna tók ég bara highest time frame inversion frá þessu hérna leg sem að 4 minute inversion. Þið sjá að við erum að delivera frá þessu high hér. Boom, við erum að delivera frá þessu hér líka, þessu high hérna. Við erum með þessu low resistant lows, ok, og við erum með unfilled Ferrari gaps hér, ok. Við erum með unfilled 15 minna. Þannig ég fíla oftast að targeta unfilled Ferrari gaps. Ef að þessi lows hefðu treytað ofan í þessi Ferrari gaps, þá hefði ég örugglega ekki tekið þetta trade, af því þá væri þessi lows protected, eða herri líkur á því að þau væri protected. Það sem ég geri, ég market shorta hér, stoppið hæð og ég var að pusha bara 1-to-1 sem var í þessum 15 minna Ferrari gaps og þið sjáið að nákvæmlega það sem við gerum. Pusha bara 1-to-1 og þið sjáið að price fer aftur í entry mitt. Þannig já, mjög gott trade á þessum degi, en þarna ég var líka mögulega til að taka longs og það sem ég gerði, ég tók líka longs hér. Eins og sjáið, við erum með 5 minna Ferrari gap hér. Ef við erum bullish þá ætti að disrespekta þetta hérna, ef við erum bearish þá ætti þetta að halda og deliver svo ekki neðar. Þannig ég er bara sitting on my hands, bara býð og sjá hvað markað myndi gera. Ég vissi ekki hvað markað myndi gera hana, af því ég er bara að sjá hvort að 5 minna myndi vilja halda eða ekki. Þannig ég var að býða. Þið sjáið að þetta 5 minna brotnar hér. Við brjóðum það hér og við opnum upp 5 minna hér. Þú hefðir alveg getað tekið inversion hér, fattiði mig. Við erum kannski stoppið á þessu lowi eða einhvers þar hér, kannski eitthvað fyrir neðan Ferrari að pussa kannski 1-to-1 eða haldi í þessi highs. Það sem ég vildi gera var að ég vildi fá pullback inn í þetta Ferrari gap og finna svo lower time frame inversion til þess að fá mjög betra RR. Ég er green on the day þannig ég vildi vera mjög picky með setupin minn. Þannig að segja, við fáum pullback inn í þetta Ferrari gap hér, bullish Ferrari gap, ok? Þannig ég lækka með aðeins inn á timeframes. Ég vildi sjá okkar halda þetta, ég vildi sjá bara immediate displacement og við pullum aðeins meira hérna í þennan orderblokk og fáum svo displacement hérna upp, ok? Og ég var að skoða þetta hérna inversion, ok? Ég vildi sjá þetta inversa og að þetta hérna recent high myndi vera mitt svona break-even spot. Fattum mig, ef við myndum inversa þetta Ferrari gap og á sama tíma, sama kandoli taka þetta most recent high, þá myndi ég ekki entra því það er bara gegn mínu reglum. Eins og sjáið, við inversum það einmitt hér. Ég tek market order hér. Ég set stoppið mitt á body low hér. Og ég er að targeta að því ég green on the day, þannig ég vildi fá aðeins bara fyrir gott trade og ég var að targeta bara alla leið hingað. Ég var að gera svona 3RR, þannig sjáum hvað markaðum gerir hér. Við förum í my break-even spot, þarna færi ég stopp með alveg break-even og þarna er þetta trade alveg risk-free, bara no risk. Og það sem ég geri, ég er bara bíða og maður sjá og við förum alla leið í final take profit geggja trade. Ég fór aðeins meira light risk á þetta sit-on trade af því að ég var full on risk með hit-rateið, þannig ég vildi ekki enda daginn í break-even eða rauðan, þannig ég tók bara helmingin af riskinu sem ég riskaði á fyrsta tradeinu í þetta. Þannig já, geggjaði dagur og svo kom 50 dagarinn, það var bank holiday, það var væntanlega hvað var það, Thanksgiving, þannig að allir bankarnir voru fríi, allir vinnunni voru bara fríi. Eins og ég sjáið þegar bank holidays eru, þá er price svona. Sjáið, þú veist hvernig ætlar að treyta þetta, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
þú veist ekkert hvað gerast hérna fattiði mig, og svo á föstudeginum kom þetta CME glitch fattiði mig bara fengum ekkert data bara í marga klukkutíma eins og sjáum við opnum samt hér á föstudeginum hérna, og þið sjáum við erum bara að reynda, við erum bara að choppa, ég var valla að horfa á markaðin, ég var bara með öðru auga að ég vissi að þú veist, ég hef aldrei séð svona í markaðin gerast og margir hafa aldrei upplifað þetta, þannig ég veit ekkert hvað er að gerast, þannig það er bara best, bara stay out of the markets, þið sjáum líka conditions eru ekki nice, þetta er ekki price action sem þú vilt treyta, fattiði mig, og þetta hérna displacement move, þetta er sent, þetta er klukkan, þú veist, við erum í lunch hour hér, á mínum að bara ekki gott treyta. Þannig já, hoppum aðeins í hlutabréfin sem að ég er að spája að kaupa og er búin að vera að kaupa. Fyrir maður sem Microsoft. Ég entraði á Microsoft, ég fekk rosalega gott entry á Microsoft. Ég sjá þessa línu hér, við erum með hennan higher time fyrir order block hér. Ég entraði einmitt hérna á Microsoft, keypti Microsoft leið og markaðin kom niður í þetta hérna. Svo erum við 2 önnur buy limits ef að við viljum fara í þau, ég veit ekki. Þið sjáu að þið fyrir monthly chartið þá er þetta monthly for all gap og þetta gap, ég held að þetta heitir CME gap, nokkuð við svona. Annars mun ég bara halda áfram að dollar cost average Microsoft, bara halda áfram að kaupa mánaðarlega, bara kaupa. En leið og markaðin fer í þessi buy limits þá betta ég oftast aðeins meira big, ég betta meira. Og ef við fyrir að metta, ég fekk geggja entry að metta, leið fórum ég þetta weekly, þá hendi ég inn fullt af pening hér og þið sjá að við strax að fara upp og ég mun mögulega halda fram að dollar cost average en ég er svolítið heavy í metta, þannig ég ætla aðeins að preserva og setja meðal pening annað á Amazon. Ég er ekki enn komin inn á Amazon en ég er með þessi 3 buy limits hér, ég veit ekki hvort við munum hitta þau. Ég er að kaupa Nvidia er mjög gott, ég keypti Nvidia hér hérna á þessu hérna, þessar línu, ég keypti Nvidia hér og ég mun halda áfram að kaupa Nvidia ef við skildum fara neðar, fattiði mig, ég get alveg sé Nvidia taka út þetta low. Þannig já, Palantir, ég er á Palantir líka, eins og við sjáum ég fekk entry á þessu lowi og við erum strax price fór niður í þetta low, ég keypti strax að þessu lowi og við erum upp næst í 14% og ég er frá að halda hérna og halda áfram að kaupa Palantir. Svo erum við annað buy limit hérna niður ef við skildum fara neðar, fattiði. Þannig já, svo hef ég verið að spá í Oracle, ég veit ekki alveg, ég veit svo lítið þessi fyrirtæki og ef þú ætlar að fjárfesta í fyrirtækjum þá verður að vita nákvæmlega hvað þú gera, hvaða service þeir provida, því þú veist, þetta er bara regla, fattiði mig. Þannig ég ætla að halda áfram að researcha aðeins meira Oracle og sjá hvort þetta sé gott buying opportunity, að þið sjá að við erum niður 40% og buying opportunity þetta er alveg 74%, þetta er rosalega gott sko. Þannig já, þetta er hlutabrið sem ég er að kaupa. Ég er því miður ekki með neitt í Google er búin að dominata markaðin síðan mánuði, bara þeir eru rosalegir, Google eru rosalegir. Ég er að kaupa Nasdaq fyrir portfóljó minn, meirhluti portfóljó minns er í Nasdaq. Ég keypti ég dollar cost average Nasdaq einasta mánuði en ég bettaði rosalega big á þessu lowi. Þið sjáu að við erum strax að reakta frá þessu lowi. Ég sendi slatta pening leið og við fórum hér og peningunum strax komin 5 eða 6% upp. Þannig já, þetta var bara seinsta vika, mánudagurinn í dag, markaðurinn í dag, opnar eftir 25 mínútur. Byrja mánuðin 1. des grænan, þannig sjáum hvað þessi mánuður á að gefa okkur. Desember á að vera frekar slow. Það er mikið bank holidays, minna volatility, þannig við skulum fara varlega í þessu mánuði. Historically er desember oftast einn versti mánuðurinn, allir í fríi, þannig við skulum bara fara varlega og já, bara takk fyrir að horfa.